Heyrðu, nú ætlum við að skipta aftur gír og fara að skoða eitthvað allt annað en Expressi smástund allavega. En við ætlum að skoða aðeins Heroku og tengt Heroku 12-factor app. En Heroku þjónusta, ein af mörgum sem í boði og þetta svona þjónusta sem býður upp á platform as a service. Þannig að þetta einhver platform sem við getum notað til að keyra alls konar dót á. Og þetta notar baka tjöldin AWS eða Amazon Web Services til þess að í raun keyra upp servera og reka servera og vista dótið okkar og svona. Og þetta svona cloud provider. Þannig að þarna getum við keyrt forritin okkar í skýinu. Og þannig losnum við það að þurfa að reka einhvern server. Við þurfum ekki að fara og setja upp Linux eða setja upp einhvern Windows server eða eitthvað og reka hann uppfærstýrikerfið, setja upp nót á honum. Við bara búum til forritið okkar, búum til account á Heroku og tengjum það saman sem við sjáum á eftir og þá getum við bara allt í einu gert forritið okkar sem var bara aðgengilegt á tölvunum okkar, aðgengilegt fyrir öllum heiminum. Og forritið okkar þá keyrt sem eitthvað sem kallað app þarna á Heroku plattforminu. En það fyrsta sem við þurfum að gera til þess að nota Heroku að skrá okkur á Heroku og þá förum við inn á heroku.com, búum til notenda og það til frítt plan sem leyfir okkur að búa til og keyra verkefni sem eru ekki með það voðalega miklum svona processing power á bakvið og verkefnin okkar munu sofna sem þýðir að það tekur stundum langan tíma að byrja aftur. En síðan líka Heroku með með einhverja þjónustu sem gefið nemendum í gegnum developer pack sem GitHub heldur utanum, þannig að þið getið skráð okkur í gegnum það. Og eftir að við erum búin að skrá okkur, þá komum við inn í Heroku, þannig að núna ég með nei, don't have authorization. Sjá, skráum okkur inn hérna. Ok, þetta virkaði betur. Þannig að hérna ég með einhverja gamla gömul Heroku app sem að keyra og þetta það sem ég sé eftir að ég er búin að búa til nýjan aðgang og þá get ég búið hérna til nýtt app. Þannig að þetta það sem við ætlum að gera eftir. Þarna erum við búin að tengja eða búið til appið og síðan getum við haldið áfram og búið til tengingu á milli og þá getum við tengt þau bæði með Heroku client command line interface-inu eða með því að tengja beint við GitHub projektinu okkar. Þannig að ef ég tengi mig með Heroku kliðinu þá get ég framkvæmt aðgerðir. Það eru bæði allar þessar aðgerðir sem eru hér. Ég get búið til nýtt app í gegnum þetta klið og ég get tengt við þau og gert eitthvað og það eru ýmsar aðgerðir sem eru aðeins í boði í gegnum command line-ið. En til þess að nota það, þá nota ég Heroku login. Þannig ef ég fer hérna, við erum búin að sækja Heroku klientinn. Ég segi Heroku login, þá fæ ég þetta og ég ít á enter hérna. Og authenticata hérna á móti kliðinu og nú loggaðist ég inn hérna í gegnum eitthvað magic og við sagt Heroku who am I og þá ég loggarinn sem kjarni@gmail.com og list þá fæ ég upp öll appin mín sem eru hér sem þá sami listi og við erum með hérna og svo ætlum ég að gera hérna nýtt app sem heitir VF2 2019 test og þá það nafn til og þá þarf ég að velja region sem í raun á hvaða stað í heiminum vill ég að sé heimasvæði í hvaða datacenter á þetta app að eiga heima og eins og eru bara 2 staðir í boði. Það er United States sem að keyrir held ég í aðal AWS sem er US East 1 sem einhvers staðar hérna risastórt server farm einhvers staðar í Bandaríkjunum eða í Evrópu og það er í Írlandi. Þannig ég ætla að segja hérna í Evrópu. Ég bý til appið mitt og þá til eitthvað app núna og þá fæ ég hérna nokkra leiðir til þess að tengja
þetta. Og það sem við getum gert í raun að segja nota klið hérna og þá fáum við hérna upplýsingar þetta og þá mun þetta alltaf í grunninn nota Git til þess að koma projektinu okkar frá okkur, annarkvort af vélinu okkar eða frá GitHub í gegnum Git. Þannig hérna ég með eitthvað, ég með hérna webforritun, ég get leitað, þá fæ ég öll öppin sem til á webforritunar organisationinu og ég get tengt það eða ég get fyllt þessum leiðbeiningum hérna til þess að senda eitthvað verkefni yfir í Heroku. En áður en við skoðum það, þá ætla ég að renna þess yfir það sem svona filosófía á bakvið það hvernig Heroku setur upp öppin þessi sem við keyrum og inniheldur mjög mörg svona tipp og svona aðferðir til þess að hjálpa okkur við það að reka forrit. Það er að segja að ekki bara forrita þau, heldur líka koma með ykkur þar sem þau eru aðgengileg og við getum leyft öðrum að nálgast þau. Og þetta brúar þetta bil að einhverju leyti á milli development, svo við sem forritarar að forrita ykkur upp í Node.js eða í Python eða einhverju og svo þegar við erum búin að koma þessu yfir einhvern annan aðila sem á að vera með operations, sem á actually að keyra þetta og sjáum að þetta virki og að þetta hafi aðgang að þetta sem það þurfa að hafa aðgang að. Og þegar þetta er búið að brúa þetta bil, þá er það oft kallað DevOps, Development and Operations. Og þetta byggir á reynslu þessa setja upp Heroku, en Heroku er orðið frekar gamalt fyrirtæki svona miðað við interneta árum og er partur af Salesforce sem er risastórt CRM-kerfi sem er mikið notað. En þetta eru bara 12 atriði sem hjálpa okkur við það að búa til betri upp til að keyra. Og fyrsta er Codebase. One Codebase, Tracked and Revision Control, Many Deploys. Og þetta þýðir að við viljum alltaf geima appið okkur í source control, sem er ekkert nýtt fyrir okkur, en við erum búin að vera að nota GitHub og Git. Og þar höfum við bara sannleikann það hvað er appið okkar. Það er bara nýjasta útgáfan af þar. Og svo deployum við þessu appi úr source controlin okkar yfir á einhvern server. Og þetta getum við gert þá með Heroku kliðinu með því að bæta við remote, eins og við verið að lýsa fyrir okkur hérna. Git init, Heroku, git remote, svo þetta hérna mun keyra git remote add eitthvað fyrir endapunktinn fyrir remoteið sem að git mun þá taka við rebooin okkar og starta því projekti. Eða við getum tengt þetta við GitHub. Og þá verður þetta þannig að ég geti verið með mörg upp á Heroku, en bara einn codebase og ég geti útfært og sendt inn margar mismunandi útgáfur. Þannig að ég geti verið með staging app á Heroku, þar sem ég væri að prófa áður en ég setja síðan í production, þar sem að kúnnarnir mínir nálgast. Og svo geti ég verið með það sem forritari og einhver annar forritari og öll eru við að nota sama codebaseið en deploya því á mismunandi staði. Síðan explicitly declare and isolate dependencies. Þannig að við erum ekki, við skilgreinum nákvæmlega allt sem við þurfum til þess að keyra appið okkar. Við erum ekki að installa einhvern veginn í stýrikerfinu okkar og svo þegar kemur að því að næstu þurfum að setja það upp, þá veit viðkomandi ekkert að við setjum upp fyrir mörgum mánuðum eitthvað forrit sem að gerir það verkum að þetta virki og allt í einu virkar ekki hlutirnir og við vitum ekki hvað er í gangi. Þetta skilgreinum við nákvæmlega allt sem við notum. Og það er til dæmis fyrir Heroku. Heroku þarf að vita hvaða pakka við erum að nota til þess að geta installað þessum pakkum, til þess að geta látið appið okkar síðan keyra. Og fyrir okkar verkefni sem eru í Node, þá package.json að skilgreina nákvæmlega þá pakka sem við erum að nota. Svo nákvæmlega þau dependencies sem við erum með. Config. Store config in the environment og þetta er þá það sem við byrjuðum aðeins að skoða í verkefni 2 að við erum með stillingar sem eru ólíkar á milli deploya. Þannig að fyrir mig sem er að deploya einhverju codebase á mína tölvu til þess að vinna í því,
þá ég með stillingu á mínum gagnagrunni sem öðruvísi en stillingin á gagnagrunnum sem keyrir síðan raunumhverfið eða sem keyrir testumhverfið á einhverjum server. Og þennan mismun viljum við í raun geyma í environmentinu. Og þetta ekki bara gagnagrunnar, þetta eru aðgangsupplýsingar í aðrar vefþjónustur, þetta eru aðrar þjónustur og svo framvegis. Og þetta getum við gert í environmentinu og nálgast í Node í gegnum process.env og við getum sendt þetta inn beint áður en við keyrum forritið. Þannig að ég get sendt inn port 999 og starta Node app.js og þá get ég lesið process.env.port og fengið þetta gildi og þannig get ég keyrt appið mitt á mismunandi portum. Og það til dæmis í Heroku portin mismunandi en þessi 3000 eða 5000 eða 8000 sem við notar oft í development. Og þá þetta eins og í verkefni 2, þá erum við að nota þetta fyrir þetta database URL. Þannig að þá þið með database URL hjá ykkur, ekki geymt í forritinu eitthvað sjálfu, heldur í environmentinu og lesum það upp úr þessari .env skrá. En það handhægari leið en að þurfa að senda alltaf. Ef ég ætla að starta einhverju forriti hérna og ég þurfti að segja hérna port 3000 database URL eitthvað á Postgres sem og svo Node app.js og svo bætist við N1 og N1 og N1 þá verður þetta óþægilegt. Þannig að þá þessi env skrá heldur utanum allar þessar breytur. Og svo .env pakki sem við getum notað til þess að lesa upp þessa skrá og gera það aðgengilegt í gegnum process.env. Og síðan viljum við ekki geyma þessa env-skrá í source-kontrólinu út af því að hún inniheldur oft leyndarmál, þar að segja tengistillingar og svona fyrir forritið okkar. Þannig að ef við myndum committa þessu, hafa lykil sem myndi til dæmis vera aðgangsupplýsingarnar okkar inn á S3 bucket í AWS sem leyfir okkur að geyma dót, þá gæti einhver fundið repóið okkar, fundið þetta og farið að nota S3 repóið okkar og látið okkur síðan borga kostnaðinn af því. Eða það væri hægt að nota gagnagrunninn okkar, það væri hægt að gera bara alls konar óskunda ef við myndum komast í þessi leyndarmál. Þannig við geymum þetta ekki í source control, heldur bætum við þessu við git ignore, þannig að env fer ekki með. En þá erum við oft með eitthvað svona env example sem segir til hvaða upplýsingar þurfum við að bæta inn í environmentið til þess að geta keyrt projektið. Þannig að þá getum við verið með eitthvað skrá sem svona, þannig að þetta alltaf bara í hverri línu hver breyta og gildið og síðan í app.js getum við nota hérna destructuring á process.env. Process.env hlutur, þannig að þetta hérna mun destructura host, þessi hérna yfir í hostname. Ef að þetta ekki til staðar í environmentinu, þá mun það vera default gildið 127.0.0.1 og sama með port, ef það skilgreint, þá verður það sem skilgreint, annars verður það 3000. Síðan höfum við sérstök svona umhverfisgildi eins og Node env sem á að vera development ef við erum að keyra í þróun eða production ef við erum að keyra í production. Þannig að þá getum við haft part af kóðunum okkar sem segir ef ég að keyra í þróun, þá ætla ég að vera með meira debug upplýsingum og ég ætla að vera með meira nánari villu skilaboð og alls konar sem hjálpar til við þróun. En í production ætla ég að slökkva á þessu öllu, bæði út af því að það bara léttir keyrsluna og kemur í veg fyrir að við sem að leka einhverjum upplýsingum. Og þetta ættu við ekki að vera að stilla sjálf, við ættum ekki að vera að setja Node env eitthvað staðar í forritinu okkar, heldur ætti þetta allt bara að vera í umhverfinu okkar. Og eins og sama gildi með bara öll þessi gildi. Síðan nummer 4, backing services. Treat backing services as attached resources. Og backing service þá allar þessar þjónustu sem við þurfum til þess að geta gert eitthvað meira en bara keyrt forritið okkar. Þannig að það til dæmis gagnagrunnir eða pósttjónar og svo framvegis. Og við fáum þá einhverjar upplýsingar það hvernig á að tengja þessu, til dæmis með tengistreng, til dæmis með database URL streng.
Og þarna gerum við ekki greinamun á einhverjari þjónustu sem við setjum upp á tölvunni okkar. Þannig ég með Postgres þjón og ég nota bara database url til þess að nálgast hann. Eða ég að keyra einhvern gagnagrunn á einhverju annað þjónustu, á Heroku, á AWS, á einhverjum stað. Og ég fæ alltaf þennan tengistreng sem ég nota til þess að tengjast. Þannig að þá get ég verið með hérna S3 og þá er ég með einhvern tengistreng fyrir það, fyrir MySQL, tengistreng fyrir það og þetta fer allt í raun út frá því hvar deployið mitt hvaða þjónustur í boði. Og þetta getum við gert með Heroku og Heroku hefur mikið af svona add-ons sem við getum bætt á appið okkar, til dæmis Heroku Postgres, þar sem við fáum þá aðgang að Postgres þjóni frá Heroku og fáum hann aðgengilegan í gegnum umhverfisbreytu í appin okkar og getur þá tengst þessu. Þannig að hérna ef við myndum bæta við gagnagrunni á þetta app sem við erum með hérna, það þarf að segja hérna app, Heroku, VF2 2019 test. Þannig að þetta núna bætti við Postgres grunni á appið mitt og gerði aðgengilegan grunnin í gegnum database URL. Þannig að ef ég fer núna í þetta hérna, ef ég fer í resources, þá er ég komið með hérna Heroku Postgres sem er attached resource, attached as database. Ef ég fer hérna í settings, þá get ég skoðað environment breyturnar sem að þetta app er með og það er þá eitthvað database url hérna og það er þá komin einhver gagnagrunnur hér sem að í raun appið mitt getur núna tengst og gert eitthvað á. Síðan strictly separate build and run stages. Þetta er í raun eitthvað sem við þurfum ekki að hafa svakalega miklar áhyggjur af. En þetta er eitthvað sem að Heroku gerir fyrir okkur. Það býr til deploy fyrir okkur í 3 skrefum. Það buildar projektið okkar. Það býr til release með því að taka niðurstöðuna úr buildinu ásamt configinu og setur það saman í einhvern pakka og býr til útgáfu sem er með eitthvað auðkenni og síðan er sú útgáfa keyrð. Og þá fáum við í raun build sem hefur auðkenni. Fyrir hvert einasta build sem við gerum, þá fáum við í raun nýtt release og síðan getum við í raun bakkað. Þannig að ef releaseið okkar klikkar, þá getum við auðveldlega bara stuðið tilbaka og fara aftur í release sem við vorum með áður. Sem gerir það að verkum að það er miklu auðveldar að gefa út og við erum öruggari að því að ef eitthvað klikkar, þá erum við bara einu klikki frá því að bakka í fyrir útgáfu. Processes. Execute the app as one or more stateless processes og þá er það þannig að við keyrum þessi upp og við látum eins og þessi upp megi bara deyja og vera keyrð upp bara eins og Heroku sér þörf á. Þannig að við erum ekki að geyma neinar upplýsingar í keyrslu umhverfi appsins sjálfs, heldur erum við að geyma það alltaf í umhverfinu eða í þessum þjónustu sem við erum með tengdar við appið okkar. Og þetta þýðir til þá að við getum ekki skrifað eitthvað á disk í appi sem við erum að keyra á Heroku út af því að það skráarkerfi er ekki fast, það er svona ephemeral skráarkerfi sem þýðir að við skrifum eitthvað skrá á disk og hún er til í 1 sekundu eða 10 sekundur eða 1 mínútu og svo bara hverfur hún þegar Heroku er búið að gera eitthvað, það er búið að breyta eitthvað keyslunni á appinu okkar. Heldur þurfum við alltaf að nota þessi backing service til þess að geyma gögn. Þannig að þá ef við myndum vista niður eitthvað skjal, þá myndum við hugsanlega gera það í S3 á Amazon. Þá myndum við bæta við einhverju S3 backing service. Og sama með eins og session upplýsingar, við getum ekki geymt session upplýsingarnar í bara appinu sjálfu, í minni, af því að það munir bara hverfa einhvern tímann. Þannig að við þurfum að geyma þessar session upplýsingar í einhverju öðru sem við munum sjá seinna. Og síðan getum við skilgreint fyrir Heroku hvernig eigi að keyra forritinu okkar með því að skilgreina það í proc-file sem er þá skilgreind sem er skrá hérna sem lítur einhvern veginn út, það er process type og svo eitthvað command. Þannig að við getum sagt ég ætla að keyra upp web process sem þýðir að það er process sem að mun nota HTTP og til að starta því þá að keyra node app.js.
Þá með það keyra Express-þjón hjá okkur og gera hann aðgengilega. Og ef að við höfum ekki proc-file, þá hefur Heroku einhverja heuristic sem athugar hvernig project þetta og ef það sé til dæmis að það package.json skrá, þá dregur það þá ályktun að þetta sé Node.js project og ef að það start skrifta í package.json, þá það sú skrifta keyrð til að starta projektinu og mun þá vera sjálfgefið web app. Síðan export services via port binding og það það þannig að þegar við erum með appin okkar, þá mun það einhvern veginn binda sig við eitthvað port í keisluumhverfi til að gera virkni sína aðgengilega og þetta port eitthvað sem að bara keisluumhverfið sér og þá komin einhverja beiðnir einhvern veginn inn í keisluumhverfið og þeim síðan rátað áfram inn í appið okkar út frá þessu porti. Þannig að þá erum við búin að vera að keyra þetta app listen í Express verkefnunum okkar og þá höfum við verið að hlusta á einhverju ákveðnu hósti en hóstið ekki, við getum ekki skilgreint það á Heroku, heldur bara portið, þannig að þá mun Heroku stilla portið sem eitthvað ákveðið. Þetta app núna keyrir á porti 5321 og þá látum við appið okkar hlusta á því porti, þannig að öll request sem koma á appið okkar fari gegnum þetta port og lenda á appin okkar. Þannig að þá ef við myndum segja að appið okkar ætti alltaf að hlusta á porti 3000 líka á Heroku, þá myndi það ekki virka út af því að það væri ekki til staðar tengingaporti 3000, heldur alltaf bara á því sem skrifað í environmentið. Því þá að við verðum að lesa það úr environmentinu til þess að það virki á Heroku. Concurrency, scale out via the process model, sem þá þetta að við erum komin þá með einhverja processa þarna, einhverja process-típur, við erum með web-típu og við erum með eitthvað annað, einhvern worker fyrir einhverja gagnavinnslu sem á að keyra eitthvað sem tekur lengri tíma og Heroku þá getur bætt við fleiri dynos sem þá í raun containerar eins og í Docker eða því sem þá bara keisluumhverfi og bætir þeim bara við og út af því að þeir eru stöðulausir og tengjast bara allir þessum backing services hjá okkur þá bara, ef að vefurinn okkar að fá mikið af trafík þá bara þetta að búa til fleiri dynoa og skala þannig út horizontally, búa bara til fleiri vélar sem taka við vertically til að taka við requestunum og svo getum við bara skalað upp og niður eftir því hvað við þurfum að meðhöndla mikið. Þannig ef það rosalega mikil trafík á vefinn okkar, þá viljum við kannski vera með 5 web dynos í gangi sem að svara trafíkinni og svo deyrir niður þessi trafík og þá getum við bara farið niður í 1. Og svo getum við stilt þetta á að vera automatískt, þannig að ef að við lendum í vefurinn okkar verið vinsæll á Hacker News eða Reddit eða eitthvað, þá bara segjum við, þú mátt skalast upp í 10 vefprósessa. Þá bara eitthvað, ok, það mikil trafík, konum upp í 2, konum upp í 3, konum upp í 4 og ok, hún að detta niður, trafíkinn fyrir aftur niður í 3, fyrir aftur niður í 2, svo kemur einhver spike, fyrir upp í 10 og svona skælast þetta bara sjálfkrafa fyrir okkur. Svo getum við gert það líka sjálf með því að segja keyrðu 2 prósessa fyrir web og 4 fyrir worker. Og þannig getum við diversifya hvaða workload við erum með, þannig að við getum verið með web að bara sjá að svara web requestum, worker á að taka síðan request frá web og gera eitthvað við þau, vinna úr þeim, búa eitthvað til, gera eitthvað og svo fleiri eftir því sem við þurfum. Og síðan ef það eitthvað mikið að vera, þá bætum við bara dynoan. Og síðan disposability, maximize robustness with fast startup and graceful shutdown. Og það þetta bara að Heroku getur verið að kveikja og slökkva á appunum okkar bara þegar þeim sýnist. Þannig við þurfum í raun að geta passað upp á að vera ekki að geyma neitt í minni og koma allir frá okkur í þessi backing service sem fyrst. Og þá til dæmis hægt að nota message queue sem myndi færa eitthvað af þessu sem við erum að vinna með yfir á workerina eða að geyma því einhverju gagnagrunni til þess að vera síðan processaði eitthvað svona. Við bara koma því í burtu úr processunum sjálfum sem fyrst.
Og síðan ætti appið okkur að vera fljótt að kveikja á sér, þannig að það ætti ekki að vera að framkvæma eitthvað sem tekur 10 mínútur, þannig að það ætti bara að vera hægt að kveikja á því á nokkrum sekúndum, eða nokkrum 100 millisekúndum. Og síðan þegar við erum að forrita, að hafa umhverfin okkar eins lík og við getum, þannig að við séum þá að minnka þetta bil hversu hratt við getum gefið út og munin á því hvernig forritið er þegar ég er að skrifa þau og keyra hjá mér og hvernig þau eru að keyra í keyrslumhverfinu. Og öll þessi tól sem við erum að nota ætti að vera eins. Þannig að ég ætti að vera að nota sama Postgres-kunnin locally í forritinu og ég er að nota í production til þess að sé ekki eitthvað að koma mér á óvart þegar ég síðan gef forrit mitt út. Af því að ef það verður erfitt og óþægilegt að gefa út, þá gerum við það sjaldnar. Og eftir því sem við gerum það sjaldnar, það verður alltaf óþægilegri í hvert skipti sem við ætlum að fara að gefa eitthvað út. Og þetta verður bara svona vítahringur þar sem við gefum kannski bara út einu sinni í mánuði eða einu sinni á 2 mánaða fresti og það er eitthvað svona huge thing sem er ógeðslega scary og enginn vill gera. En við viljum bara geta gefið út bara oft á dag. Bara ég pússa á master og það er bara gefið út. Það er bara mjög fínt og gott umhverfi. Að vera bara með það solid pipeline, það er bara ekkert sem kemur mann óvart og bara allt sem maður skrifar er bara komið í vinnslu á sem styrstum tíma. Logs, treat logs as event streams. Þannig að þegar við erum að skrifa forritin okkar þá loggum við bara út og við loggum annað út í standard out eða í standard erf og því er síðan pípað út í einhverjar aðra þjónustur. Þannig að ef við skrifum console info sem fer í standard out þá fer það bara í einhvern straum sem fer í einhverja þjónustu sem pikkar það upp og við getum síðan skoða loggin einhvern veginn öðruvísi eða í gegnum þá þjónustu. Og fyrir error þá notum við console error af því að það fer út í standard out og þá getum við bæði skoða loggana á vefnum eða í gegnum klið. Þá getum við notað Heroku logs, þannig að við gerum hérna Heroku logs VF2 2019 test. Þá tengist ég við appið og skoða loggana og þá segja að loggarnir eru hér, ég bjóð þetta til á þessum hérna tímapunkti, ég bætti við logplex eitthvað og svo getur ég sett tail, sem þýðir þá að ég taila loggin, þannig að ef það kemur eitthvað nýtt inn, þá mun ég sjá það núna, þannig að núna býður þessi prósess eftir eitthvað gerist. Það getur séð þegar það gerist eitthvað eftir. En síðan getum við líka bætt við svona öðrum backing service sem er í raun að geyma loggara fyrir okkur. Og þá bara myndum við geta sett inn hérna paper trail. Og þá getum við farið hérna í resources, soft paper trail og provisiona það, ókeypis útgáfa því. Og þá gefur þetta mér aðgang að loggunum mínum til lengri tíma. Þannig að þá get ég komið á morgun og ég get séð, heyrðu, þetta klikkaði út af þessu og ég get skoða vittirna sem að koma upp. Og síðan admin processes, run admin/management tasks as one-off processes. Og þetta eru þá svona aðgerðir sem við erum ekki að keyra reglulega. Við erum ekki til dæmis reglulega að búa til gagnagrunnin okkar eða að migrate einhverjum gögnum eða bæta við töflum, bæta við dálkum, fjarlæga dálka, hreinsa gögnu eitthvað svoleiðis. Heldur gerum við þetta í einhverju svona one-off taski og þá ættum við að keyra þetta sem einhverju svona one-off processes og við getum gert það svipað og við getum keyrt npm skrift, þá getum við keyrt Heroku run og svo eitthvað skrift og þá getum við keyrt einhvern kóða sem keyrir einhverja svona one-time aðgerð eins og til dæmis þetta setup task sem við settum upp í verkefni 2 sem býr til gagnagrunnin okkar og setur inn einhverjar upplýsingar. Ok, nóg þetta, þannig að núna ætla ég að taka verkefnið sem að ég byrjaði á í seinasta tíma og það var svo mikið sem það er ekki hérna, sjá, ég afritaði það hingað. Þannig að ég ætla að taka þennan hérna folder og ég ætla að fara bara desktop og afrita hann hér. Ég ætla að tekur node module með
allt heila klappið í því. Ok, þá ætlum ég að fara hérna í F4 dæmi og opna það í Visual Studio Code. Og þá var þetta hérna eitthvað að taka við skráningum og geyma það í gagnagrunni. Og hérna vorum við með eitthvað setup sem að bjóti gagnagrunnin og insertaði einhverju dóti úr þessu hér. Og núna er ég með hérna bara portið fast hér og hostnumið fast hér. Þannig að nú ætlum ég að prófa að sjá hvað gerist ef ég reynir bara að deploya þessu yfir á Heroku. Og þá ætlum ég að byrja því að búa til í raun tóma git-lind. Og ég ætla síðan að bæta öllu dótinu við. Það er ekki nógu gott. Þannig ég ætla að gera hérna git ignore. Og þetta var að reyna að bæta við node modules sem er aðeins of mikið að finna góða. Git ignore hérna, þannig að við ætlum ekki að taka git modules, node modules og við ætlum ekki að taka env. Svona, og núna ætla ég að gera git add punktur. Þannig að núna er ég komin hérna með bara allt appið og ég ætla að committa því, git commit initial commit. Ok. Þannig að núna er ég búinn að búa til snapshot, búinn að búa til commit í repóinu mínu og ég ætla að segja þá hérna Heroku Nú ætla ég að fara hérna og copya bara það sem er hérna Heroku git remote Þannig að þá bæti ég við remote fyrir Heroku Þannig að ef við gerum núna git remote waf þá er ég komin hérna með Heroku remote. Þannig að þá getur ég sagt git push Heroku master og það sem gerist þá er í raun að repoið mitt er sendt yfir og núna byrjar í raun Heroku þennan process að builda dótið. Þá er hérna Node.js app detected út frá því að það er package station til. Create runtime environment Þannig að þá setur það hérna eins og node env sem production út af því að þetta á að vera production útgáfa. Installar binaryunum út frá binaries sem er þá node og npm. Building dependencies, það er þá að installa öllum módulunum sem við erum með skilgreinda í package station og package lock. Og kassar síðan þessi node modules, þannig að það þurfi ekki í rauninni ef við deploya aftur og það er ekki búið að breyta neinu hvaða node modules við erum að nota, þá þarf ekki að sækja það aftur. Og svo kemur build succeeded og compressing, done, launching og þá er hérna released version 7 og þá get ég farið hérna til að sjá þetta á Heroku. En nú er einhver villa í gangi, þannig að þá stingur Heroku upp á því að ég noti hérna Heroku logs tail. Það er eitthvað sem ég var búinn að keyra hérna uppi þannig að nú keyrði loggurinn hérna inn frá því að ég buildaði og þangað til þetta gerðist og það sem gerðist hérna starting process with command npm start missing script start þannig að það vantar skriptuna þannig að Heroku hafði enga leið til að starta appinu til að geta keyrt það þannig að það er eitthvað sem við þurfum að bæta þannig að við þurfum að fara inn í package station og skilgreina hérna start og þá er það eitthvað annað en dev að því að dev er eitthvað sem ég vil keyra þegar ég er að developa en start er eitthvað sem ég vil keyra þegar ég vil starta þessu þannig að þá ætla ég að keyra node app.js því ég vil ekki að nodemon sé að refresha þessu hérna þannig að þá gerum við þetta svona og þá getum við gert hérna git add punktur git commit add npm start git push Heroku master og þá gerum við þetta aftur, hún aftur reynir að builda, hún aftur reynir að keyra upp forritið. En núna er það sem að mun gerast er það, þá sjáum við hérna log build started by user og þetta keyrir. Það sem að mun gerast núna er út af því að við erum með port 3000 hérna og að binda okkur við eitthvað ákveðið hostname, þá munir appið builda, keyra en Heroku mun ekki ná að binda rétt port við það þannig að mun ekki sjá að það sé komin einn tenging þannig að eftir
60 sekundur eða svo, þá munir við bara Heroku segja þetta krassaði út af því að það var ekkert sem fór að taka við. Það fór ekkert að byrja að listena á portinu sem að Heroku skilgreindi. Þannig að þá þurfum við í raun að fjarlægja þetta hérna og við þurfum að segja portið okkar á að vera process.env.port eða 3000 ef við skilgreinum það ekki. Og svo í sama þá getum við farið hérna við erum með database url hér, við erum með env og þetta var í raun allt sett upp. Þannig að þetta hérna mun tengjast úr process env og við vistum þetta, sjáum við núna er það starting process with command npm start, server running at, þannig að núna erum við að pípa þessu út þar sem við vorum með þegar við vorum að logga út hérna, þannig að við náðum að starta forritinu, en forritið okkar byrjaði ekki, það batt sig ekki við portið, þannig að það munir ekkert svara okkur ef við förum hérna, þannig að það er ennþá bara application error hér, það er ekkert að gerast. Og núna kemur hérna eftir 60 sekundur, state changed from starting to crashed, boot timeout web process failed to bind to port within 60 seconds of launch. Þannig að þá er stopping process with kill, þá er sett bara kill signal á forritið okkar sem stoppar processin að keyra og segir að forritið okkar sé krassað. Þannig að nú getum við sagt hérna add og commit, add port, git push Heroku master. Þannig að núna vonandi erum við komin með allt sem þarf til þess að forritið okkar fara að keyra á Heroku. Og við myndir að það klárist. Og build succeeded. Ok, startum þessu núna, application error. Svona. Ok, nú hangir þetta eitthvað hérna. Þannig að núna er hún í raun, það er ekki lengur eitthvað application error sem gerist, það er eins og að sé eitthvað annað að gerast. Og nú fáum við einhverja villu úr appin okkar hérna. Og þá er þetta hérna cannot read property cuts of undefined. En hey, við erum komin hérna með þetta. Appið okkar er ekki lengur bara að keyra localhost, en er núna aðgengilegt á netinu og er með þessa virkni sem við erum að gera í seinasta tíma. Þannig að ég get sett eitthvað hérna. Relation students does not exist. Þannig að gagnagrunnurinn er ekki til. Þannig að það er ekki neinn staður til þess að vista þetta á. Og gagnagrunnurinn er ekki til því að það er ekki búið að keyra eitthvað sem býr til töfluna. Eða þess að gagnagrunnurinn er til en relation students er ekki til. En síðan vorum við líka með hérna í þessu villu sem ég gerði hérna seinast. Þetta hérna, cuts errors, á ekki að vera á form út af því að cuts errors er bara gert til þess að ná villunum sem geta lekið út úr async-föllum og form-funksjónið er ekki async, þannig að við hefum ekki að vera með cuts errors á því. Ok, en núna erum við með leið til þess að keyra upp skemin okkar sem er í gegnum þetta setup skrift hérna. Þannig að ég get þá keyrt hérna Heroku run node setup.us. Þannig að þetta mun segja Heroku, keyrðu í þínu konteksti skipununa node setup.us sem mun keyra þetta hérna, búa til gagnagrunnin og inserta þessum fæslum. Þannig að við keyrum þetta og vonandi virkar þetta og búið til tengingu, töflu 1, tafla búin til, gögnum bætt við. Þannig að þarna keyrði þetta, tengdi sig við gagnagrunnin hérna, sett upp á gagnagrunn, Postgres, einhver tengistrengur hérna á gagnagrunnin sem er þá að keyra einhvers staðar bara á EC2 á Amazon og hann er núna tilbúinn. Þannig að ef ég fer núna og ég ger þetta aftur, þá er nemandinn með skráður og já, við vorum ekki með lista til að sjá nemandunnar. En ég get að fara hérna í Resources, Postgres, eða hvað, nei, það var ekki. Ok, 5 af 10.000 röðum sem við getum fengið hérna fyrir þetta, en við getum ekki skoða gögnin hérna. En
Heroku klið með leið til að leyfa okkur að tengjast inn í Postgres þjón sem tengdur við. Þá keyrum við ekki PSQL, heldur keyrum við Heroku PSQL. Og þá mun það opna tengingu við gagnagrunninn sem að keyra á Heroku. Þannig núna ég komin inn á þann gagnagrunn. Og þá get ég gert hérna select hérna from students. Og þá ég komin með gögnin. Bæði gögnin sem ég var að keyra inn með setup skriftinu minni og notanda sem ég sendi inn síðan eftir að gagnagrunninn var til. Þannig erum við búin að taka verkefni sem við vorum að keyra og þróa locally og setja upp locally og koma því yfir á Heroku og setja upp töfluna og gera allt sem þarf til þess að láta verkefni okkar verða live á netinu. Og núna eina sem þetta gera var að bæta aðeins við virknina kannski. Fara síðan hérna í settings. Hérna getum við gert add domain. Þannig að þá getum við keypt hérna supercool.com. Það örugglega ekki til. supercoololi.com. Vist að þetta. Þá þarf ég að segja hérna, ég þarf að setja þetta sem DNS target í DNS þjónum minn ef ég búin að þar sem ég búin að kaupa lénið og þá myndi það tengja saman lénið við Heroku og þetta myndi fara að serverast á léni en ekki á einhverju .herokuapp.com. Og síðan þegar ég kom með það þá get ég fengið ókeypis SSL í gegnum hérna Let's Encrypt og þá ég bara komið með stað til að keyra verkefnið mitt. Og svo verður þetta rosalega vinsælt. Þá get ég farið hérna og ég get breytt hérna, change dynotype. Nú ég með ókeypis. Ef ég myndi fara í þetta hérna, þá þyrfti ég, ef ég væri ekki búinn að því, en ég búinn að því, þá myndi ég þurfa að gefa upp hérna kreditkort. Ég búinn að stilla kreditkort, þannig ég borgunarmaður fyrir þessu. Og þá þetta komið á þetta, byrju hvar var hérna, hvar get ég skalað þetta upp? Já, allavega nú þetta komið og ég get séð hérna undir activity, allt sem búið að gerast, ég get séð deployin mín, ég get hérna með einu klikki hoppað í deployið áður en að þetta hérna deploy var til eða farið alveg á byrjun, þannig ég get bakkað eins og ekkert sé. Síðan get ég sett þetta upp á GitHub og gert það þannig að þegar ég pussa á GitHub þá mun Heroku pikka það upp og builda appið mitt og gera eitthvað við það sem við munum sjá í framtíðinni hvernig við getum byggt upp svona pipeline þar sem við getum bara pussa á master, keyrt test, deploya projektinu okkar og allt bara komið út frá því að við bara keyrðum commit inn á GitHub hjá okkur. En segjum þetta gott í dag.